Markþjálfunardagurinn verður haldinn á fimmtudag og hann snýst að bæta árangur fyrirtækja, fólks og félaga. Og hún komin til mín Hulda Guðmundsdóttir markþjálfi til að ræða þennan dag og markþjálfun hvað hún snýst. Það eru 100 markþjálfa starfandi í landinu en þessi ráðstefna snýst fyrst og fremst það að bæta árangur og þið eru með aðferðafræði til að bæta árangur. Já, við erum svo heppin að hafa fengið til okkar svona þungavigta stjörnur erlendis frá og þessi dagur snýst það að deila árangurssögum og markþjálfun sem sagt aðferð sem er til árangurs. Þetta er aðferðafræði sem gengur út á að við spurjum djúpra spurninga og metum stöðuna eins og hún er og hvert þú vilt fara í framtíðinni. En sko þessi aðferðafræði mitt snýst að bæta árangur, mæla árangur og þar af leiðandi að reyna að fá meira út úr fólki, fyrirtækjum, félögum og svo framvegis. En hvernig farið þess vegna þess að sko verkefnin eru svo ofboðslega fjölbreytt? Er þetta að nota sömu aðferð sko í hvaða fyrirtæki sem er? Þetta er nefnilega svo merkilegt. Fyrirtæki eru nú fjölbreytt og misjafnlega staðsett. En þetta er einn besta aðferð sem ég hef kynnst til þess að einmitt að ná árangri af því þetta gengur út á fólkið. Og hvernig fyrirtækin, ekki bara fyrirtækin, heldur að ná öllum á sömu línu. Þá erum við að tala að laða fram það besta í hverjum einu, en eins og ég kem inn, það er tækninni, þar sem fyrirtæki eru á breytingaskeiði, og þá snýst þetta fólkið. Fyrirtækjamenning borðar til dæmis stefnumótun í morgunmat, þannig að þarna komum við inn. Og það hefur bara náðst verulegur árangur af því. Við erum að sjá ávinninga í arðsemi, og tölur yfir 20% til dæmis í arðsemi fjárfestingar í þeim verkefnum sem við höfum verið í. Það er nefnilega það merkilega við þessa markþjálfun þegar henni er beitt í fyrirtækjum. Það er augljóst að arðsemi hefur aukist eftir að fyrirtæki hefur verið tekin í gegn. Já, það er það og þegar við erum að tala svona prósentur þá getur þetta hlaupið á 20 milljóna fyrir þetta eftir stærri fyrirtæki svona og yfir 100, það er alveg dæmi þess og þarna er svo gaman að kvikna ljós sko. En bara það að fyrirtæki fari í þessa vinnu, að nota þessa aðferð, að taka skref tilbaka, spyrja djúpra spurninga og hvert erum við að fara og En er þetta þá einhvers konar sjálfskoðun? Í sumum tilvikum, það er náttúrulega líka einstaklingsmarkþjálfun og hópmarkþjálfun, en þessi aðferð í grunninn, aðferðafræði er svo sama. En þess vegna erum við líka að halda þennan markþjálfunardag til þess að miðla þessu. Og þar eru til dæmis 2 erlendir fyrirlesarar. Annar hefur náð svo miklum árangri á samfélagsmiðlum að hann er að setja út spurningar og svona upplifanir og hann gerir það svo vel að hann er með viðskiptavini allstaðar að úr heiminum sem hann er að þjálfa í gegnum netið. Síðan er hinn sem er bara hreint út sagt hvalreki fyrir íslenskt atvinnulíf sem er að þjálfa stjórnendur hjá Sameinuðu þjóðunum og líka þá sem stefna á slíka stöður og eftirsóttum allan heim hjá alþjóðlegum fyrirtækjum. Við Íslendingar að fatta þetta. Þessi aðferð hefur nú verið notuð allan heim í áratugi. Já, fullt af fyrirtækjum, Coca-Cola og árangurssögu sko. Microsoft, ég get haldið áfram í listan, en það er best að skoða þetta með einu augum. En það eru dæmi líka úr atvinnulífinu, eins og Kolibri verður þarna. Teymistjórinn þeirra mun vera ráðstefnin og deila þeirra aðferð þegar vakið athygli fyrir frábæra stjórnunarhætti og ennu verðlaun frá viðskiptaráði og Manino í fyrra. Og þetta er svona kannski í grófum dráttum og fleiri fyrirlesarar. En Hulda, ég er nú búin að vera lengi í blaði með ræða við þúsundir manna í öllum greinum en starfið markþjálfi er tiltölulega nýlegt í mínum eyrum og væntanlega annarra. Kom þetta seinna til Íslands heldur en annarra landa? Þetta er í 7. sinn sem að þessi ráðstefna er haldin hér á landi og þannig að það má segja það að Það eru 130 núna í markþjálfafélaginu, en þetta er til það nýtt félag. Já, en það sem þetta snýst er að það eru margir sem læra markþjálfun.
og ekki allir sem fara út í það, fara í þetta ferli að fá alþjóðlega vottun sem að ICF Æsland er að veita, eða sem sagt ICF í heiminum er að veita og ganga í félag ICF Æsland af því að markþjálfar eru sem sagt fjölbreyttir. Þetta getur verið bæði einstaklings, það er ADHD-markþjálfun, kynlífsmarkþjálfun og svo yfir í fyrirtækja og fólk ruglar þessu svolítið saman. En já. Þetta spannar allt svið? Já, þannig að kannski ég er ofta að svara hvað er markþjálfun. Og hvert er þá þitt svar? Já, aðferð til árangurs. Aðferð til árangurs. Já, vinna með styrkleika. Já, og svo erum við í nútíð og framtíð. Og þú ert að vinna dagstaglega í tæknigeiranum við að bæta árangur þar. Hvað gerurðu? Já, ég er að hringsóla í þessu með mannauðinn. Þannig að fólkið geti nýtt tæknina. Ertu þá í rauninni bara að hlúa að styrkleikum hvers og einn starfsmanns? Já, og líka að það hreinlega eru svo mikla tæknibreytingar að við þurfum að uppfæra fólki líka. Þannig að þú ert svona bara þjálfari fólksins, huga og handa. Já. Og ertu þá inn í fyrirtækinu alla daga? Ég er inn í fyrirtækjunum, en ekki alla daga. Ég er líka að taka heim. Ég er í hvoru tveggja. En já, þetta er það sem við gerum. Og er þetta þá mælanlegur árangur frá ári til árs? Já. Við mælum þetta. Það er fullt af aðferðum til að mæla. Alls konar stjórnendamöt og starfsmannakannanir til að mynda. En svo er líka bara hægt að mæla arðsemi fjárfestingar. Við gerum það. Og kannski ánægðina, starfsánægðina. Já, og þegar fólk sér þetta og þetta skilar sér. Markþjálfun bara skilar árangri og er mælanleg og já, þetta er rosa gaman. Akkurat. Og hvað er ráðstefnan á fimmtudag? Heyrðu, hún er á Hótel Nordica. Hótel Nordica og byrjar? Hún byrjar klukkan 12:30. Já. Það verður gaman. Já, það verður frábært. Þú mætir þar ásamt öðrum markþjálfum Íslands. Bestu þakkir. Já, og atvinnulífinu. Og framsögnu stjórnendum, mannesfólkinu og fræðslu og öllum þessum. Akkurat, bestu þakkir fyrir komuna. Þetta var sitthvað markþjálfun sem kannski margir hafa ekki heyrt en er enga síður starfsgrein sem fer víða í atvinnulífinu og hjálpar fólki til árangurs. Segjum þetta gott að sinni.